Helgi Rúnar Bragason, þjálfari Þórs. Helgi, pínulítið brothleyting í síðasta leik á móti KR, en það er reyndar besta liði deildarinnar eins og sækir standa og við þurftum ekkert að skammast okkar fyrir þann leik. Hvernig er liðið stemt núna í helgina? 2 leikir á móti Hamri. Liðið er bara mjög vel stemt, myndi ég segja, þessa helgina. Síðasti leikur á móti KR var alls ekki nógu góður, bara að vera alveg hreinskilinn. Það var ekki eins og við lögðum upp með, en ætli það ekki verið líka bara nokkur þættir sem að spiluðu svo sem inn í þar. Mikil spennuleikur hjá mörgum stelpum og það er alltaf svona fyrrverandi þjálfari að koma í bæinn og svona allir alltaf að standa sig og gera sér besta sem er bara frábært en því miður þá var ég ekki að sjá þetta í þeim leik og einna var ég mest ósáttur við vörnina og það er ekki minn leikur að fá mig tæp 100 stig í leik. Það er bara alls ekki minn kúltúr í körfubolta og það er líka búið að taka vel á í þessi vikuna og við ætlum að stoppa í þau gutt og koma miklu betur stemd varnarlega í þessa helgi. Þær hafa kannski hreinlega, já eins og þú segir, af því að gamli þjálfarinn að Benni kom hérna í bæinn að þá kannski verið yfirspenntar. Já, ég held að óneitanlega var það máli og þannig að ég er bara mjög glaður að þessi leikur sé búinn og þá er þessi þröskuldur yfirstiginn og núna er bara áfram gakk og við erum tilbúin í þessa helgi, það er ekki spurning. Og helgin, það eru 2 leikir á móti Hamri og það er lið sem hefur nú ekki gengið nægilega vel fyrir þær. Búin að vinna 1 leik og tapa 5 og einn af tapleikjunum á móti ykkur ótilfelli. Hvernig megum við reikna með helginni? Þessi leikir verða bara mjög töff. Ég meina, það verða allir leikir erfiðir í okkur. Við erum samt svona sagt það kannski líka að rauninni verðum við okkar vestu kannski andstæðingar líka. Við getum unnið alla í þessari deild en við getum alveg leikandi tapa líka fyrir öllum og það er alveg sést á í hvernig við höfum verið að spila og við hingað til að vera mjög flott hjá okkur og svo fengum við Snæfellsleikinn sem var bara gleði og gaman og áskorun og allt í reynslubankan en eftir það fengum við KR sem ég átti kannski von á meiri háspennuleik en eins og segi, við erum með frábært lið í höndum en við vinnum ekkert á einhverju slíku. Það hefur komið fram áður og gaman að samt að bara halda áfram að nefna að fólk hefur tekið eftir því að það er ótrúlega mikið gleði í hópnum í leikjum. Það er eins og að skín úr andlitu hvers leikmanns hversu rosalega þetta er gaman að spila körfubolta. Já, og það er bara mitt upplegg líka í þessu, það er engir af okkur atvinnumenn í þessu, við erum að gera þetta út af ástríðinni og sem við höfum fyrir þessari íþrótt og ef við erum ekki að hafa gaman að og með allt þetta í botn, þá getum við alveg verið heima hjá okkur, segi ég. Við höfum þetta litla sem við getum byggt okkar leika og það er gleðin og baráttan og vera jákvæð og hafa trú á okkur annað og það skilar sér okkur lengst og er bara skemmtilegast bæði fyrir okkur og okkar nánustu sem að koma að fylgjast með okkur. Þannig að það er það sem við viljum hafa. Og helgin nú þannig að við erum mjög heppin að því leit til að við erum með stóru stelpurnar, reynsluboltana Ernu og Helgu Rut og Hrefna, hún er nú kortung en kemur norður og verður allan með öðru leiknum og svo önnur kóin í hópi þannig að þetta lítur ágætlega út. Já, eins og ég sagði áðan að pappírslega erum við bara mjög flott lið ef alla mæta til leiks en eins og ég segi líka, þetta er hópíþrótt og það er löngu verið sannað að við vinnum ekkert á einhverju slíku, við þurfum að mæta tilbúnar og koma með baráttuna og það sem við erum bara þekktast fyrir, baráttu, gleði og annað, að þá skiptir það mun meira máli.
En enga síður ég svakalega glaður að að koma þarna allar inn og verið gaman að fá Ernu aftur og veist, þetta bara stelpur sem við allir elskum að vera í kringum og elskum að spila með. Þannig að þetta verður bara vonandi allt saman eintóm gleði þessa helgi. Og þetta eru náttúrulega líka leikmenn sem eru reynslunni ríkari og geta kennt þessum ungu stúlku sem eins og allar þessar stelpur sem að stíga í sín fyrstu spor í meistaraflokki núna. Þetta mikilvægt fyrir þær að kynnast þessu og fá reynslu hjá þeim. Já, bara mjög góða punktur hjá þér að eins og til þess að fá Unnur Láru inn tilbaka. Það bara rosalega flott líka fyrir æfingarnar hjá okkur. Hún kann leikinn alveg upp 10 og að gefa þessu ungu stelpum ráð og þannig að þetta gefur okkur meiri gæði á æfingum, gefur okkur meira svona herra tempo, getum spilað herra tempo á æfingum og það svona kannski aðeins dotti niður einhverjar 2 vikur en núna þetta bara alltaf réttir leið og ég bara gríðarlega ánægður að Unnur skuli vera komin og vonandi bara stytti sér rödd líka. Helgi, ég sé og heyri á þér að það spenningu fyrir helginni. Það eru 4 stig sem að menn ætla sér að sækja núna. Já, klárlega. Við ætlum okkur í úrslitakeppnina. Ég bara settum með það markmið strax. Það er mjög góð áskorun að stefna úrslitakeppnina hjá okkur og til þess þurfum við að vinna þessa leiki. Og næstu 4 leikir okkur alveg krúsjál hvað þetta varðar. Við erum að fara núna 2 leiki við Hamar, 1 leik við ÍR og Ármann úti næstu helgi, þar næstu helgi. Og þetta verður mjög flott að taka 4 sigra núna í röð. Ekki stefna það bara? Já. Og það sem sé, það má þá eiginlega enda þetta að segja að það gæsin sem tekin á þetta í vetur, geta ætla skal. Akkurat, það bara nákvæmlega máli. Geti ætla skal, þetta bara algjör prinsip í þessu og fyrir svona unga stelpur þá það bara einu sem að hugsa og nota þessi 3 orð og jákvæðina og bjartsýnina og þá þetta ekkert mál. Og við hvetjum náttúrulega fólk til að fjölmenna í Sigurðsskóla og hvetja stelpunum til Sigurðs. Já, klárlega, eins og þú segir, það gaman að þessu hjá okkur. Fólki sem kemur, það að koma til að þetta leiki og segja bara frábær andi við liðinu og gleði og gaman að fylgjast með okkur og þannig að ég skora bara alla hinna sem hafa ekki prófað að koma að kíkja á okkur. Það verður ekki, sjáu ekki eftir þeim klukktímum. Þetta góð lokk, Helgi, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.